Þessi saga sem ég er með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá. Það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi, svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í von að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist hafði maðurinn minn skilið við mig, svo að ég var ein heima og enginn sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsókn hjá henni koma í símann, enda var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann, geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar. Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fékk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Það er að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænustungu fékk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heilahimnubólgu á þeirri tegund sem að flestir deyja af, ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar, þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingjarnir væru, sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt, komst ég að raun hve ég væri hætt komin. Mér væri vart hugarlíf og foreldrar mínir áttu heima í nærri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú biði mín ekkert annað en dauðinn. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofurhitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund, síðan sagði hún mér að hugsa
ökklana mína og ekkert annað. Síðan fékk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp eftir allu líkamannum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggann. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En dyrnar kom prestur, svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðinn væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðinginn sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við, fór til þess að fara með skilaboðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hlyti hafa dreymt þetta, en ég vissi betur. Hún hlyti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður, enda var ég útskrifuð 3 dögum síðar, alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir Guð, því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þín við stein. Og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í Guðs mynd til þess að hugsa mig þessa nótt. Og með þetta